þá erum við komin í 7. mál sem tillaga verklag við meðferð á tillögum Reykjavíkurráðs. Og þá tekur til máls Elín María Árnadóttir. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti borgarstjórnar Reykjavíkurráð ungmenna, borgarstjóri, önnur ungmennaráð, borgarfulltrúar og aðrir góðir gestir. Ég er ekki kettlingur og ég þoli ekki að láta klappa mér. Ef mig vantar hrós þá pósta ég bara nýrri mynd á Instagram. Ég er komin hingað til að berjast fyrir málefnum sem að skipta ungt fólk í Reykjavík máli. Og ef þið ætlið ekki að hlusta eða gera eitthvað við tillögurnar okkar, látið okkur bara vita því við höfum nóg annað að gera. Og ég er ekki reið út af engu. Ég gaf ykkur tækifæri. Ég flutti ræðu á síðasta borgarstjórnarfundi í október aukið samráð við ungt fólk. Allir tóku vel í tillöguna, allir voru sammála og töldu nauðsynlegt að auka samráð við ungt fólk. Ég gaf ykkur algjörlega frjálsar hendur til að koma með tillögur að því hvernig Reykjavíkurborg gæti aukið samráð við ungt fólk. Og eftir fundinn ekkert, engin svör. Á stöðufundinum með forsætisnefndinni í janúar kom í ljós að tillagan var týnd. Hún hafði verið send til meðferðar í forsætisnefndina en enginn þar vissi hana og svörin voru að það vantaði farveg fyrir tillögur Reykjavíkurráðs ungmenna. Það væri ekki til neitt verklag. Á stöðufundinum voru þó komin misgóð svör við öllum hinum tillögunum en þau höfðu borist Reykjavíkurborg og ekki verið send til okkar. Árlegur borgarstjórnarfundur í 12 ár og farvegur fyrir tillögurnar okkar er ekki til. Sumar af tillögunum týnast. Er það í lagi? Erum við ekkert meira en einhver mynd í kosningabæklingnum ykkar? Fyrir tæpu ári síðan var okkur boðin seta í skóla- og frístundaráði og íþrótta- og tómstundaráði sem áheyrnarfulltrúar. Við samþykktum boðið samstundis og biðum eftir endanlegri útfærslu tillögunnar og boði á fundina. Eftir 10 mánaða bið fyrir viku síðan var okkur svo loksins boðin seta í skóla- og frístundaráði og enn hefur ekkert heyrst frá íþrótta- og tómstundaráði. Einnig komu Eva og Oddný með þá hugmynd að leyfa okkur að fylgja borgarfulltrúum í 1 dag. En sú hugmynd hefur öllum líkindum gleymst eða hefur tekið 10 mánuði að búa til svar. Samstarfið á milli ungmennaráðanna og hverfisráðanna gengur hörmulega og eftir að bréfið sem var sent héðan til hverfisráðanna til að minna þau á rétt hvers ungmennaráðs til að hafa áheyrnarfulltrúa í hverfisráðinu hefur einungis ungmennaráð Árbæjar og Holta fengið formlegt fundarboð og ungmennaráð Vesturbæjar fengið boð í gegnum tilkynningu í Vesturbæjarblaðinu. Ungmennaráð Árbæjar og Holta hefur fengið fundargögn og annað slíkt sent en engin önnur ungmennaráð. Það er líka einkennilegt að ungmennaráðin hafi ekki fengið bréfin rétt þeirra sem áheyrnarfulltrúar. Ég held að allir hér inni geri sér grein fyrir því að það er ekki allt að ganga eins vel og það ætti að gera. Á meðan tillögurnar okkar týnast, gleymast, þeim er ekki svarað eða svörin við þeim berast okkur ekki, þá er ekki allt í lagi. Því besta hrósið sem við getum fengið er að tillögurnar okkar fái hér í dag hljómgrunn, að á þær verði hlustað og þeim hrint í framkvæmd. Þá hefur Elín María Árnadóttir lokið máli sínu. Við fyrir